Styrmir, það var næst leikur undankeppninnar núna annaðhvort hérna í þessari Sheffield-höll í Szombathly í Ungverjalandi. Hvernig stemningin? Bara góð sko. Ég held við séum allir bara staðnar í því að klára þetta bara á morgun. Og mér finnst vera mjög mikið sjálfstraust í liðinu og við náttúrulega erum bara mjög góð heild þegar við komum allir saman sko. Gífulega sterk undankeppni sem þeir eru búin með. Ég meina, þetta er ekkert rosalega margir leikir en ég meina, töpin eru á Böss eru úti í Tyrklandi og við vinnum Ungverjaland heima, Ítalíu úti. Þetta er sterkt lið sem þeir eru með. Já, mjög. Og ég meina, við getum unnið alla sko. Þú veist, við erum alveg búin að sýna það og ég held líka sérstaklega, þú veist, við náttúrulega erum með sérstakann leikstíl og svona og það kemur fólki á óvart þegar við erum að spila þannig og svo náttúrulega þetta bara, þú veist, íslenska geðvíkin sem við þurfum að koma með til þess að sér alla leikir. Talandi kannski svona í þinni stöðu, þau eru með einn svona eiginlega miðherja, en svo er bara mikið af vængjum í liðinu. Þar með talið kannski eins og þú, skilur við? Já, Það ekki að vera svolítið mikil orka hjá ykkur í þessu öllu saman? Jú, ég meina, við erum náttúrulega minni heldur en flest allir aðrir í þessari stöðu og þú veist, við þurfum náttúrulega bara að berjast meira og við kannski höfum þá líka á móti að við erum aðeins sneggri en þeir í þessari stöðum. Þannig að það er gaman að byrja til og fara hans í fjarkan. Hvernig er svona alveg að lokum, hvernig er fyrir því persónulega að þú spila í Belgíu? Væntanlega ekki mikið íslenska tölu á þeim æfingum í kringum það lið? Hvernig er að koma svona til móts við íslenska liði? Það er bara gaman sko. Það er rosalega gaman. Veitu hvað stafið korri eru? Veitu þau gerir stafið korri? Svo veikur gæi sko. Já, það er bara gaman að koma og tala íslensku og fá frí frá serbneskunni á æfingunum í okkur. Þannig að ég bara nýtist mjög mikið að vera hérna með þeim. Hvað þarf Ísland að gera til að ná í sigur annað? Við þurfum að gefa bara allt í þetta og mæta bara vitlaust í rauninni og svo þurfum við að stoppa þessa 3 lykilleikmenn af þeim. Ég held að það sé svona aðalykillinn. Kærar þakkir Styrmir. Takk fyrir.